Góðan dag, ég heiti Viðar, kenni eðlisfræði við Flensborg. Þyngdarlögmál Newtons er formúla sem er það að tveir massar dragast hvor að öðrum með krafti sem er lýst með jöfnunni F sama sem stóra G sinnum annar massinn sinnum hinn massinn deilt með fjarlægð á milli massamiðja þeirra í öðru veldi. Enginn veit svo sem af hverju þessi kraftur verkar, en það búið að finna það út að þessi alheimsþyngdarfasti, hann 6,67 sinnum 10 í mínus 11. Og ef við gætum að einingunum, þá sjáum við að hann þarf í fyrsta lagi að stytta út massa í öðru veldi. Í öðru lagi hann þarf að stytta út lengd hérna í öðru veldi, en hann þarf líka að útvega okkur krafteininguna Newton. Þetta er sérstaklega merkilegt þegar við erum að skoða þyngdarsvið í kringum reikistjörnu eins og jörðina okkar. Við gætum verið stödd hérna á yfirborði jarðar og vilja fá að vita hvernig reiknum við þyngdarsviði hér. Þyngdarsvið er skilgreint sem sá kraftur sem verkar á hvert kíló á massa. Krafturinn, hann gefið með þessu þyngdarlögmáli Newtons og massinn, hann massi okkar. Hér styttist massinn út og eftir stendur að þyngdarsviðið alheimsþyngdarfastinn stóra G sinnum massi jarðar deilt með fjarlægð okkar frá miðju jarðar í öðru veldi. Jæja, hvernig lítur málið út ef við erum komin út í fjarlægðina til dæmis H frá miðju jarðar? Hugsum okkur að við séum hérna í fjarlægðinni H og það þýðir það að þyngdarsvið á þessum stað, köllum við bara GH, er þá jafnt og alheimsþyngdarfastinn stóra G sinnum massi jarðar deilt með fjarlægð okkar frá massamiðjunni og allt saman í öðru veldi. Við skulum kíkja hér á dæmið. Hve langt þarf að fara út í geim til að þyngdarsviðið þar sé 90% minna en það sem það er við yfirborð jarðar. Við söfnum vopnum okkar í búrið og setjum upp hérna svona munaramma og við getum sagt í fyrsta lagi að þyngdarsvið við yfirborð jarðar, það alheimsþyngdarfastinn sinnum massi jarðar deilt með radíus jarðar í öðru veldi. En við skulum taka hitt líka að þegar við erum komin í hæðina H frá yfirborði jarðar, þá erum við með þyngdarfastan sinnum massa jarðar og svo deilum við með heildarfjarlægð okkar frá massamiðju jarðar og nú vitum við samkvæmt dæminu að í hæðinni H sem við erum að reikna þá er þyngdarhröðun jarðar, hún þyngdarhröðunin hérna í fjarlægðinni H er jafnt og 90% minna heldur en hún er við yfirborð jarðar. Þannig að þá höfum við hérna að þyngdarhröðun í hæðinni H er sama sem
hæðinni H höfum við þessa hérna þyngdarhröðun, stóra G, M og deilt með R plus H í öðru veldi og þetta þá jafnt og 0,1 sem 10% af þyngdarhröðun við yfirborð jarðar. Jæja, nú sjáum við það að við getum stytt út alla þessa fasta hér, massi jarðar kemur fyrir báðum megin og við notum algebruna að margfalda í kross og fáum að radíus í öðru veldi sama sem 0,1 sinnum radíusinn pluss hæðin og það allt saman í öðru veldi. Þá held ég ættum að taka kvadratrót af öllu saman og finna út að radíusinn þá, við þurfum að taka kvadratrót á allri hliðinni svo að hérna kemur kvadratrót af 0,1, það svona það bil 0,316 en látum það liggja milli hluta. Ég ætla að byrja á því að margfalda hérna upp úr sviganum og fá að radíus jarðar og svo drögum við frá kvadratrótinu af 0,1 sinnum radíus jarðar og það ætti þá að vera kvadratrótin af 0,1 sinnum svo hæð sem við erum að leita að. Ef við tökum nú R út fyrir sviga þarna vinstra megin þá fáum við að R sinnum svíin 1 mínus kvadratrótin á 0,1 jafnt og 0,1 í kvadratrót en deilum með 0,1 í kvadratrót og fáum hér hæðina. Ef við setjum nú inn í þetta tölur og segjum bara hæðin, hún þá jafnt og náum okkur í reiknivél og segjum að svíin þarna 1 mínus kvadratrótin af 0,1 og sá svíi deilt með kvadratrótin af 0,1. Þetta gefur okkur að þetta það bil 2,16 sinnum jarðarradíus. Þetta líka mjög gott svar. 2,16 sinnum jarðarradíusar. En við setjum inn í þetta töluna fyrir radíus jarðar 6370 sinnum þessi 2,16. Þá fáum við líka 6370 og við erum komið 13.774 kilometra. Þetta líka gott svar. Yfir yfirborði jarðar. Og til þess að æfa þig í þessum reikningum skaltu kíkja hérna á 3 möguleg dæmi sem gæti komið í örprófi í næsta eðlisfræðitíma.